For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. May God bless the reading of his word. As we start our service, let us sing our first song in hymn number 351. Just the first three verses. I'm here first to announce a week of prayer, a week of worship from the youth department. I don't know if somebody's been in touch with Get Center lately. I'm gonna wait for translation. And we have been publishing as much information as we have. And we want to advertise more and more as the event approaches. You can follow the Instagram page. In Saman Ungmeni. Saman Ungmeni. Saman Ungmeni, der sider som heter der på Instagram. You can follow us there and you'll have all of this information. And it's from the 22nd to the 24th of November. Fra 20. og 11. til 22.
sorry, that's the second part. The first part. Það er seinni hlutin. The first part is those weekdays before, so the 18th through the 21st of November, Og það er fyrri hlutin frá 18. til 21. nóvember. and that's in Söderliðaskóli, Og það fer fram í Suðurhliðaskóla and it's going to be in the evenings, á kvöldin. and there's this amazing, it's at 19, Klukkan 7. Klukkan 7, yeah. And we have this special guest from Finland. Það er sérstakur gestur sem við fengið á Finnlandi. He is great talking to younger people, to be Það er honest. frábær í því að tala til unga fólksins. And then the retreat part is going to be over the weekend. Og svo verður sérstök retreat, hvað kallar það svona mót. We're trying to find a word in Icelandic. What? Flóttamót. Flotamod, yeah, nice, I like that, okay. We should add that, thank you, Flotamod, okay. And this is going to be in Ölver. Og það er svo, ég meina, þetta er út á land, það er í Ölveri. And this is going to start on the, like at 4 p.m. on that Friday, 22nd. Það byrjar 22. nóvember, klukkan 4 síðdegis On the Sunday, og fram á sunnudag. 24th. You need to tell us where Ölver is. Ölver is towards Borgarnes, Það er nálægt Borgarnesi, Ölver. almost when you start, before you see the bridge to cross into Borgarnes, it's on your right side. Þú kemur að brúnni sem er yfir Borgarnes, yfir Hvítána, þá er það til hægri þarna. Þetta er rétt undir Hafnarfjall. It's a beautiful place, but it's small enough that it feels cozy and nice. Þetta er svona ekki mjög stórt, en svona huggulegheit í svona. We were just thinking of a place where it's new to all of us and we can just experience it for the first time together. Að finna einhvern stað sem er kannski nýr okkur öllum, sem við could start completely new. We used to have that. Well, no, I know, but 50 I guess years we're... ago we used to have so many years ago we had. Við verið á Ölveri áður, en það er bara í fyndin. Það er frábært að koma að það. For the young people. Það er auðvitað bara fyrir. No, but if you want to have more information, you can stay in touch with Kirkjufréttir, Ef þið viljum fá meiri upplýsingar, þá hafið þið samband við Kirkjufréttir eða lesið í Kirkjufréttum or follow us on Instagram. eða fylgðu fylgja okkur á Instagram. Thank you. Takk fyrir. We have one more announcement, I think. Þessi meira upplýsingar. Já, ég ætla að vera með smá tilkynningu hérna og já, eins og þið vitið þá höfum við verið svona svolítið vangbrotin undanfarið því að okkur hefur vantað alveg í rauninni safnaðarstjórn og ég hef verið að gegna hlutverki gjaldkera. María er með mér í stjórn og Guðbjartur líka, en okkur vantar eiginlega að einhvern til þess að leiða starfi hérna. Eins og þið vitið þá er Erik ekki lengur safnaða prestur hérna í Reykjavík, heldur er í hlutastarfi svona, hérna, en ekki í þessu hlutverki, og þess vegna fannst okkur hérna gott að biðja hann ef hann er til í það, að gegna hlutverki safnaða formanns hérna. Og mér skilst að sé búið að nefna þetta við hann, ég sé ekki að nefna þetta í fyrsta sinn núna. Og ef að hérna enginn hefur sérstaklega mótbáru, þá er þetta tillaga okkar sem sitjum í safnaðarstjórn að Erik komi og gegni formlega hlutverk safnaða formanns í þessu safni. Þá hef ég ekki meira að segja þetta. Er það bara þá samþykkt? Já, Næst. það var kannski að nefna þetta næst, fólk getur hugsað sig samkvæmt svona starfsaðferðum okkar, þá hefur safnaðarstjórnin stundum gegn hlutverki tillögunefndar og hún hefur tekið sér það besta leyfi að
að leggja fram tillögur, en það er sjálfsagt ef einhver hefur athugasemd að nefna það við mig eða Maríu, en ef það er engar mótbárur þá lítum við á þetta sem samþykkt eftir viku, eða ekki rétt, Erik? Já, þetta er tillagan okkar. Það er mikil pressa. Do I need translation for the prayer? Okay. I'm just going to say a prayer. Dear Jesus, thank you so much for today. Thank you for the privilege of having a Sabbath to worship you and recognize how great you are and how much we need you. Please stay with us today and bless our activities and our hearts today. In your name I pray. Amen. The Bible says that if we give, we will get. Whatever measure we use to give, large or small, this will be used to measure what is given back to us. Biblían kennir okkur að það sem við gefum, að það fáum við tilbaka. Alveg sama hversu mikið eða lítið, að þá það sem við fáum tilbaka. We can read this in Luke 6 verse 38. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Við getum lesið þetta í Lúkas 6:38 og það byrjar svona: gefið og þér verður gefið. Ég ætla að benda á að eins og við erum með posa framfætt og það er líka hægt að leggja inn og kennitalan kemur. When we give, we may believe that we are limiting our wealth, but in reality, God has a special way of doubling or even multiplying our gifts abundantly. Þegar við gefum, þá auðvelt að trúa því að við minnkum eigur okkar. En í Guðs raunveruleika að þá á einhvern sérstakann hátt að þá margföldum við gjafir okkar samt sem áður. May we give our tithes and offerings with a joyful heart and fully trust in the Lord's promise that He never fails to provide and sustain our lives. Það er bæn mín að við gefum í trú og með glöðu hjarta og við treystum fyllilega Guðs loforð að hann muni sjá fyrir okkur. For your tithes and offerings, you can send it directly to the church bank account, or you can use the swiping machine located in the front door. Það er það sem ég sagði áðan hvernig er hægt að gefa til kirkjunnar. Shall we pray for our offerings? Dear God, thank you for this day. Thank you for the many blessings you are showering upon us every single day of our lives. May you bless these tithes and offerings that they may be used for your service and for your churches and in good doings. May you also bless each and every one of us in our jobs and everyday lives, that we may use these incomes for the furtherance of your works. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Næst ætlum við að syngja lag sem er á ensku og það heitir Still og textinn kemur hérna upp. Það eru 2 vers og viðkvæði. Það eru 3 stelpur sem ætla að leiða sönginn. Það er Venice og Gwen og Amber. Við
við erum ekki með íslenska, eða mér tókst ekki að finna íslenska útgáfu, ef einhver veit endilega látum við vita. En við erum með svo mikið af gestum hérna og okkur fannst við hæfi að syngja svona eitt enskt lag. For the scripture reading, we can find it at Philippians 4, verse 8 and 9. Finally, let's all stand up. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if any
anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Reytingaversið í Filippíubréfinu 4. kafla, 8. og 9. vers. Og það svona. Af endingu bræður, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, gerið það. Þetta sem þér hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, það skuli þér gjöra, og Guð friðarins mun vera með yður. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, we praise and glorify this holy Sabbath day of yours. Lord, as we listen to your words this morning, may we ask for your presence to be with each one of us, and please send the Holy Spirit as we listen to your words and can be able to understand them, that we can apply it in our daily lives and to others as well. May you also bless our speaker as she will render your message to us. Bless us all this day. In Christ's name I pray, amen. Nú fáum við tónlistaratriði. Þessar 3 stelpur ætla að syngja fyrir okkur.
about filters. And I don't know if you noticed, oh, sorry, yes, translation. Sorry, as a kid, yeah, alla, like, looks cool. I haven't, no. Are you volunteering? Thank you. So the title of today's sermon and today's message is Our Best Filter. Þannig að fyrirsögn predikunarinnar í morgun er besta sían okkar. And I know that when you hear filter, Og ég veit að þið heyrið orðið síja. you think about what you put on your phone to take a picture. Já, þá hugsaðu það sem þið setið virkið á símanum ykkar þegar þið tekið sjálfsmynd. My favorite is the one that is like light makeup. Pardon me? My favorite one is the one that is like light makeup filter. Já, ég kann best við að nota filterinn sem að er með smá andlitsfarða. I don't have a filter now, so I had to put on makeup. Já, ég ekki með filter í dag, þannig ég þurfti að setja smá andlitsfarða. And this is why I stepped up early, because my attention span is this big. Já. It's really small. Já, athyglis athygli mín er frekar lítil, þess að já. And I'm sorry, but I blame social media. You are. I'm sorry, but I blame social media. Já, ég kenni samfélagsmiðlum hvað athyglis spannið mitt er lítið. But anyway, I'm not here to talk about those filters. Ég ætla ekki að tala þessa filtera. Because really, if you think about it, those filters are not really filters. Því í rauninni, ef þið hugsaum þetta, þá þetta í rauninni ekki filterar eða síur. They're called filters, but they actually put something on top, so it's more like a mask. Já, þetta í rauninni, þeir setja í rauninni eitthvað fyrir framan okkur, þetta meira eins og gríma. You're doing great. Yeah. I want to talk about what real filters do. Já, mér langar þess að tala hvað raunverulega filter að gera. Just like the car filters. Guys, do you know this? Like car filters? Air filters in the car? Yeah, I know those. Yeah, you know. You're dad, of course you know this. En svo loftsía í bíl, til dæmis. My dad taught me a little bit about cars. Pabbi minn kenndi mér smáversubíla. That's not my specialty. En það er nú ekki sérgreinin mín. The one that I use most, I use more this kind of filter. Já, þetta er það sem ég nota mest. Þetta er síðan sem ég nota mest. And this is the one that I could bring. Já. This is the one that I could bring today. Já, þetta er það sem ég líka gæti komið með mér í dag. I do know how to remove my air filter from my car, just so you know. Já, bara svo þið vitið, því skal halda til haga. Ég kann að skipta loftsíu í bílnum minn. But what does this do? En hvað raunum gerir þetta? This is an actual filter, this is not a mask. Já, þetta er ekki gríma, þetta er síja. So I'm going to tell you something you know. Nú ætla ég að segja ykkur eitthvað sem þið vitið. It separates, right? Þetta skilur að. Something comes through and something stays in here. Eitthvað kemur í gegnum síðuna en eitthvað verður eftir. And then you get to decide what to do with the two separate parts. Og svo verður að ákveða hvað ætlar að gera við þessa tvo hluta. It's very simple. Það er mjög einfalt. Okay, so today I'm going to talk about simple stuff that we all understand. Í dag verður þetta mjög einfalt og við munum að skilja þetta. But I have to say, sometimes we just forget to filter things. En ég vil segja, stundum bara gleymum við síunni. I studied communications, and this is like communication 101, the basics of communication. Ég nam samskiptamáta og þetta er þáttur þess. So it took practice, but after a while I got used to it. Þetta þurfti svolítið þjálfun en smám saman kom þetta. So today I'm going to talk about first, we're going to take it one thing at a time, about things that we filter. Next slide. Og já, við ætlum að tala eins hvað við síum út. Yeah, we cannot put this in our eyes, Við getum ekki sett þetta fram á augun eða eyrun okkar.
but we can activate filters with stuff that we see and what we hear. En við getum virkað síur á því sem við sjáum og heyrum. These include stuff in social media, by the way. Það ýmsir ágætir hlutir í samfélagsmiðlum. Now, what are these filters? How do we, what is our version or what version of a filter? Já, hvaða útgáfa, hvaða tegund af síu ætlum að nota? I'm going to give you 3 questions. Þú komum 3 spurningar. And if you forget everything about today's message, Já, og þó þú gleymið öllu sem ég segi í dag, hopefully you remember these 3 questions. en þú skulum muna þessar 3 spurningar. This is our filter. Þetta sían okkar. We're going to ask ourselves, with everything that we see and everything that we hear, Já, við ætlum að spyrja okkur með allt sem við sjáum, allt sem við heyrum. these 3 questions. Next slide. 3 spurningar. Is it true? Er það satt? Is it good? Er það gott? Is it necessary? Er það nauðsynlegt? Can we repeat them? Is it true? Er það satt? Is it good? Er það gott? Is it necessary? Er það nauðsynlegt? Okay, we're going to apply that to everything we see. Now, Við ætlum að hafa þess að síu á allt sem við sjáum. something, one of the things that we fail to apply filters, Stundum gleymist okkur að ásetta síu, including myself, og þetta á við sjálfum mig. is when we watch stuff for kids. Já, þegar við horfum á barnaefni. Mostly because we think that the people who make things for kids Aðalega vegna þess að við ímyndum okkar að fólk sem býr til barnaefni, they already filter the message for the kids. að þeir hafa þegar sett sikti eða filter á efni fyrir börn. But I'm sorry, sometimes we need additional filters. En ég bara held að stundum þurfum við auka síu. Now, I came prepared for this. Já, hefði ég komið undirbúin. Do you recognize this guy? Þekkið þennan? Now, he might look better in his context. Next slide. Hann gæti litið betur út í samhengi. He would look better there, right? Hann myndi líta betur út þarna, Like he belongs. þar sem hann á heima. Maybe it's more for my generation, Kannski er hann meira frá minni kynslóð. but this is SpongeBob SquarePants, Þetta er hvað heitir hann aftur? and that's his friend Svampur Patrick. Sveinsson. Já, Svampur Sveinsson. Swampert? Já, Svampur Sveinsson. Okay. I only learned Gardabrilla from this name. That's the only name that I heard. But it's really interesting how we see things and we just grab it, right? It just makes us smile instantly because we remember the laughter, right? Já. It's in our heads right now. Merkið hvernig þegar við sjáum hluti, þá grípið okkur strax, við tengjum það við einhverja fyrir reynslu og færum okkur til þess að brosa og hlæja. But what if we apply the filters to SpongeBob? En hvað gerist ef við setjum síu á svamp? Let's go back to the questions. Next slide. Og aftur að spurningunni. Is it true? Er þetta satt? Is it good? Er þetta gott? Is it necessary? Er þetta nauðsynlegt? First, is it true? Er þetta satt? Fyrsta spurningin. Is it true that he lives in a pineapple under the sea? Er það rétt að hann býr í hafinu? Is it true that he's got a friend named Patrick and makes crab burgers? Er það rétt að hann á vin sem heitir Patrik og býr til krabbaborgara? Sorry, I saw this in Spanish, so I'm just translating as I go in my brain. Já, við erum að þýða þetta margfald hérna á spænsku líka. Well, if we ask ourselves, next slide, Já, við spyrum okkur. SpongeBob was based on something that exists, which is a sea sponge, and funnily enough, somebody took a picture. Já, þessi karakter byggir á eitthvað sem er raunverulegt og mynd af því, það er svampur úr hafinu. And he's next to Patrick. Og þarna er Patrik og litli við liðan á honum. But do they talk? En tala þeir? Does he need square pants? Þarf hann ferkanta af buxum? Does he laugh? Ah! Hlæðin svona? Come on, do it. Thank you. I don't think so. I feel like it's a little bit of truth mixed with a little bit of lie. Ég held ekki, ég held að það sé svolítið sannleikur blandað með svolítið líf. Now, second question, is it good? Og svo annars spurningin, er þetta gott? I've seen this show and I remember Bob talking a lot about friendship.
Ég hef hort á hana þátt, ég man að karakterinn tölur svolítið vináttum, and loyalty. Dyggð, And those are good things. og þetta góðar hlutir. But I do remember too it being a little bit of violence there. En ég man eftir ýmsu öðru, And I remember a lot of mocking each other. og þeir gerðu svolítið grín að hvorum öðrum, Or maybe treating people because they were not as smart. eða að fyrir þetta fólk, eða hæðasta fólki sem var ekki eins gáð, So maybe that's not so great. þannig kannski er það ekki svo gott. Now, is it necessary? The third question. Er það nauðsynlegt, þriðja spurningin? This is really easy to answer Þetta er auðvitað svarað, because the effect that something that you see or hear has on you því að áhrifin af einhver sem þú séð eða heyrð, áhrifin sem þetta hefur á þig, it's reflected on your behavior after you're exposed to it. það endurspeglast í hegðuðinni eftir að þú séð eða heyrir. Maybe you feel like you want to mock somebody, Kannski finnst þér þú þurfur að hæðast að einhverjum, and that's not very good. og það er ekki gott. And so the devil does this all the time. Og djöfullinn gerir þetta alltaf. He grabs just enough of a truth, Hann tekur spínulítið af sannleika, makes it with a little bit of a lie, blandar með smá lygi and brings up something that can be kind of confusing. og leggur fram eitthvað sem getur verið svolítið örglandi. Now, do we think it's important to activate filters? Heldum við það sé mikilvægt að virkja síur? The Bible reading might help us clear everything out. Já, með því að lesa í ritninguna þá verður það sem er skýrt. So I chose Philippians 4, 8 and 9. Svo ég var á Filippibréfinu 4. kafla 8-9 vers. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Þetta bræður allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott, afspurnar, hvað sem er dyggð, hvað sem er lofsvert, hugfestið það. Now, before I go to verse 9, Áðurinn fyrir að 9. versi, I want you to notice the color coding that I put there, because I love colors. takið eftir þá litina sem ég setti í letrið. See the first word, true. Sjáu þið fyrsta orðið satt. That answers the first question in the filters. Is it true? Og það svarar fyrstu spurningu sem að ég var að vappa fram á það. All the pink words are synonyms or representations of something good. Bleiku orðin eru samheiti fyrir eitthvað sem er gott. That answers the question, is it good, in the filters. Svara spurninguna það hvort að hlutur sé góður. Now in verse 9, which is in the next slide, Og svo er það 9. vers. it says, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Þetta sem þér hafa lært og numið, heyrt og séð eftir mín, það skuli þér gjöra og Guð friðarins mun vera með ykkur. So I put in color, and the God of peace will be with you. Svo ég sendi þarna lit á síðustu setninguna. To answer the question, is it necessary? Þessi svara spurninguna, er það nauðsynlegt? Do we need the God of peace to be with us? Þurfum við að hafa Guð friðarins með okkur? I need him. Ég ætti rétt upp hendi. Now we analyze the filters to what we see and what we hear. En svo setjum við síur og það sem við sjáum og heyrum. Now I want to talk about the hard stuff, Nú skulum við flytja okkur yfir á það sem er aðeins erfiðara. which is what we say. Og það sem við segjum. Now I have in my hands a toothpaste tube, Hér er tannkrem. and I don't know if anybody has tried to squeeze this out. Like squeeze the Yeah. toothpaste. Hvort einhver hafa prófað að kreista tannkrem út úr henni. Don't worry, I'm not going to do it here. Ég ætla ekki að gera það hér. But you know that it's going to be really hard, that if it comes out, it's going to be impossible to me to put it back in.
Þið vitið af reynslunni að ef þið kreistið of mikið úr túpunni, þá er mjög erfitt að koma því inn aftur. I'm not going to do it because it's expensive. No, not really. Ég ætla ekki að gera það, ég ætla ekki að bröðla með tannkremi samt. But this is what happens with what we say. Þetta er það sem á við það sem við segjum. After I take it out, I can put it in a different container and scoop it out to use it. Haldið að eftir að ég er búin að láta eitthvað frá mér, að ég geti sett eitthvað inn í annað ílát og endurnýta. But it's not going to be the same. It's not going to going back in that tube. Það verður aldrei eins, það verður aldrei, fer ekki aftur í túpunum. Sorry, yeah, I forgot to say that. What we say. So we have to be really careful with what we say. Þannig að við þurfum að vera ofsalega vörum okkur með það sem við segjum. We should apply the same filters. What are the filters? Next slide. Við þurfum að nota sömu síðunar. Og hverju voru þær? You know those, right? Þið þekkið þetta? Yeah, okay. Now, the next slide, I'm going to get a little bit technical. Næst verður svolítið tækniatriði. I was in class in communication. Já, ég var í tíma í samskiptum. And when my professor was teaching me this, I was rolling my eyes. Og ég held að það hefur nægið við í fjölmiðlum. En þegar kennarinn var að segja mér þetta, þá var ég svona að róla augunum. I'm like, obviously I know this. Augljóslega veit ég þetta alls. It's so obvious. Þetta er svo augljóst. We do this all the time. Við erum alltaf að gera þetta. So we have the sender. Við erum með miðuna. Then it's the person that gives the message. Það aðeins sem gefur frá sér skilaboðin. We have the receiver. Við höfum það sem tekur á móti skilaboðin. We have the message through a channel. Við höfum samskiptamáta. He can be spoken, written, Það getur with verið smoke. talmál, skrifað eða með táknum. We say it with one intention or with one concept of what we're saying. Já, við gerum þetta, þegar við sendum skilaboðum frá okkur, þá er það með einhverjum ásetningi. It's not always received the same, by the way. En þetta er ekki alltaf eins móttakan ekki svo samhendilega. And we have the noise in the middle, Og við höfum hávaða í miðjunni, which is anything that obstructs that message. sem getur verið hvað sem kemur í veg fyrir að skilaboðin skila sér rétt. And around the sender and the receiver, Og svo þarna í kringum móttakandan, I try to put my version of a filter. þá teikna ég mín útgáfa af filter. I feel like it's just very important for us to filter our messages. And this is, I'm talking to myself, by the way. Já, út frá minni eigin reynslu, það finnst mér svo mikilvægt að við setjum síu á boðsendingar okkar. We're all learning. Við erum í stöðugu endurmenntun. And I try to learn from the best communicator there was, their husband. Og ég reyna að læra frá besta flutningsmann erinda sem við þekkjum. Jesus has set a high standard for communication. Jesús setur svo háan standard fyrir samskipti. He knew when to speak, when to stay quiet, Hann vissi hvenær var rétt að tala, hvenær var rétt að vera hljóður. how to talk to certain people and then others completely different. Hvernig var rétt að tala við sumt fólk en alls þessu óviðeigandi kannski í öðru samhengi. But if you really analyze his word, his message, En ef þið greinið orðans og þau skilaboð hans, they're very similar messages. The message didn't change. þá kjarni skilaboðana óbreyttur. So all throughout the Bible, what is God telling us? Svo í Biblíunni, hvað Guð að segja okkur? Can you go to the next slide? That one. I wrote different phrases in there. Já, I created you. ég skapaði ykkur, I love you. ég elska ykkur, I want to be with you. ég vil vera með ykkur I only want the best for you. og ég vil ykkur aðeins það besta. Can you think of Bible verses where this message is given? Getið þið hugsað ykkur biblíuversa sem þessi skilaboð er gefin? Does it like tickle you a little bit? Like, oh yeah, he did say that here. Munið eftir ykkur? Now let's put God. John 3:16. Yes, good one.
All of these are going to come to your mind. Yes, really good. And we can actually put all the filters and apply the filters to God as well. Why not? Let's just go to the questions. Og við getum notað þessar síur varðandi boðskap Guðs. Is he true? Hann sannur? Is he good? Hann góður? Is he necessary? Hann nauðsynlegur? I found this Bible verse that answers all three really concisely. Og ég fann biblíuvers sem svarar þessu spurningum. Maybe this is going to come to your mind as well. Kannski eitthvað annað sem kemur ykkur í huga. Next one. So John 14:6. Jóhannesar Guðspjall 14:6. It says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. I put the words color-coded again. Ég set aftur litið á leturgerðina. So he's answering, he's true because he's the truth. Ég ætla að svara þessu spurningum. And he's the life. Is that good? Life is that good? Hann sannleikurinn, lífið gott. And then no one comes to the Father except through me. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Do we need Jesus? Þurfum við að Jesús Is he necessary? Hann nauðsynlegur? I think so. He's pretty cute over here. Ég held það. Now in contrast, let's be fair here. Next one. Og til samanburðar, nú skulum við horfa á andstæðuna. What is Satan's message with everything he does and everything he tells us? Hver boðskapur Satans? And I just came up with these ones. God is not real. Guð ekki sannur. You only live once. Þú lifir aðeins einu sinni. Lie. Where was God when this happened to you? Hvar var Guð þegar þetta hendi þér? And you don't need God. Þú þarft ekki á Guð að halda. Have you ever heard any of this around? Hafið þið heyrt eitthvað af þessu? And when you put it against what God says, it just contrasts, right? Like you separate it and it's like, wow. Og þetta eru algjör andstæður það sem að Guð segir. Lie. Now let's put him against the filters and let's go to the questions. Nú skulum við setja sömu filter á þennan boðskap. Is he true? Hann sannur? Is he good? Hann góður? Is he necessary? Hann nauðsynlegur? I don't like his chances on this one. Let's go to the next slide, and I found this Bible verse in John 8:44. Og Jónas Guðspjall 8:44. Oh, that one's way better than mine. I'm gonna read it from there. And you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Þér djöfulinn að föður og vilja gera það sem faðirlega gerðist. Hann var manndrápari frá upphafi, aldrei í sannleikanum, því í hugunum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, þegar hann að eðli sínu, því hann lygari og lygarinn faðir. I'm sorry, but the highlighted words just scream the answers to the filters right away. Þannig að sem ég hef merkt sum orðin með lit, þá þetta það sem ég sé að svörin að byrtast okkur. I don't know that I need to say more about this. Ég veit ekki hvað með þetta að segja meira þetta. Now, next slide. For me, it was not only fascinated what he said, but who Jesus is, and he's been the best filter. Já, það var ekki bara þetta að fyrir mig var ekki aðeins mikilvægt að þetta sem hann sagði þetta að hann sé besta síðan. Now, next one. Why should we use filters? Og á hverju þá mikilvægt að við notum síur? Let's read Luke 6:45. Og í Lúkas 7. kapla 45. vers. Good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjartasins, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munnur hans. God is so good that he lets us choose what we see, what we hear, what we say. Guð svo góður að hann leyfði okkur að velja hvað við sjáum og hvað við segjum og hvað við heyrum.
But he knows the importance to filter all of these things. En hann þekkir mikilvægi þess að setja síur og allt. Because the only way that he can be with us is if we have good in us. Eina leið fyrir hann að vera í okkur, það ef við erum með góðleikan í hjarta okkar. So this gives me a lot of hope, really. This gives me a lot of hope. A lot of hope. Já, þetta gefur mér mikla von. Because I have the power to apply all of these filters. Því ég hef í getu minni möguleikan á að stilla upp þessum síum. And he's also helping me to know what filters to apply. Og hann líka með hjálpráð það hvaða síur ég ætti að nota. It's just a matter of me remembering. Ég þarf bara að muna. So I need to practice. Svo ég þarf að æfa mig. Otherwise I get distracted with just about anything. Annars verð ég annars hugar og hleypur bara öllu inn og út. I want to read the final Bible verse, but you can skip this one and then go to the next one, that one. So Philippians 4, 8 and 9. Svo þannig í Filippibréfinu 4. kafla 8-9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Að ykkur bræður, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott áspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfestið það. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Þetta sem þið hefur bæði lært og numið, heilt og sér til mín, það skuluð þið gera og Guð friðarins mun vera með þér. My prayer today is that we practice all the filters. Bæn mín í dag að við æfum okkur í að setja til síur. That when we go out in the street Við förum út á götu and look at publicity, og horfum á verðum fyrir miðlum. we ask ourselves, is it true? Og spyrjum okkur spurningu, Is satt? it good? Þetta gott? Is it necessary? Þetta nauðsynlegt? When we looked at our phones, Og þegar við lítum á síman okkar, the people that we follow on social media, fólk mikið á samfélagsmiðlum. what we see when we scroll, Það sem við sjáum þegar við erum að skrolla á símanum okkar. is it true? Þetta satt? Is it good? Þetta gott? Is it necessary for my Þetta nauðsynlegt fyrir mig? and what we say? Og það sem við segjum líka. Is it true? Þetta satt? Is it good? Þetta gott? Is it necessary? Og þetta nauðsynlegt? And when we pray too, shall we apply the filters to prayer? Og þegar við biðjum líka, ættum við að setja síur þegar við biðjum. Let's pray that everything we pray to God Við skulum, bæn mín í dag að þegar við biðjum til Guðs and how we treat each other, og hvernig við komum fram með hvert annað. it's true, Að það sé satt, it's good, að það sé gott and it's necessary. og nauðsynlegt. Amen. Thank you. Amen. Thank you for that beautiful message. So for our closing song, let us sing hymn number 160. Let us all stand up. Thank
So thank you to everyone who is here today. Thank you to our pianists, to our sound and slideshow operators, to our translators, and to our speaker. And thank you all for coming. And after our service, we can have our potluck or there is food in the dining room. So I am inviting everybody to come and have lunch together. Happy Sabbath to each and every one of us. Ég þakka öllum kærlega fyrir komuna og minnum á að það er mat á eftir og allir eru hjartanlega velkomnir að borða með. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér nálægur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.